ready? Are you ready? Are you ready? I'm ready. You ready? Við erum velkomin í Naglóra Trúná. Núna síðast sagði ég, you might be wondering af hverju ég er með ridiculous glasses, en núna er ég að segja, you might be wondering af hverju Alexandra er í náttfötum. Ridiculous náttföt. Why are you í ridiculous náttfötum? Við erum að fara að taka fyrir our favorites núna í þessum þætti. Favorite, oh my god, favorite nagladót og bara random hlutir sem við erum búin að vera að elska lately. Og ég ætla að nota það sem afsökun til þess að vera í náttfötunum mínum. Og því að náttfötum mín eru uppáhalds outfitið mitt. Þegar ég kem heim úr vinnunni þá fer ég strax í þetta outfit. Ef þú ert að texta mig eftir 5:00 að þá veistu að þetta er fitið. Ekki nú að segja að taka mútið kuna. Ekki má nema ég sé að taka mútið kuna, þá þarf ég að bíða með það að fara í náttfötum mín. Og bara, my náttföt. Ég þarf að vera í fötum. Mér langar að vera í svona, þú veist, þetta er by the way alveg eina butter yellow flíki mín. Já, hún er alveg smá yellow, eða svona beige. Já, þú veist, Kinda beige. hún er svona kinda beigey, kinda yellowy. Kinda crazy. Kinda crazy looking. Við erum með nokkra hunda hérna, þú veist, þeir eru all snazzy og bláar hendur. I feel great. This You is do. my natural form. Also, ég á líka svona náttföt sem eru ljósblá og það eru fílar á þeim. Þannig að þú veist, stay tuned if you want to see those ef ég finn eitthvað tjánaður afsökun til að vera í náttfötum hérna. Það var alveg potið. Það er hægt af eitthvað náttföta þým, sko. Ég er svo til ég. Ég er búin að vera Svona einu sinni í mánuði eitthvað biting my náttföta þým. tongue. Ég samt á Það er bara, ekki... getum við verið í náttfötum? Já, ég á ekki náttföt. Ef við að panta fleiri náttföt frá þessu síðu sem ég keypti náttfötum mín frá. I would like more. Ég keypti næstu því líka svona í Múmin. Já, múmílalva. Yeah. Yeah. Ég keypti þetta í Tælandi. Ah. I love them. Já. Þannig að þú veist, þetta heitir Slip to Sleep. Elskar náttfötunar. I Já. will be buying more. Ég bara á ekki eitt par af náttfötum. Já, 3. Ég bara sef naked og ég bara vil ekki... Ég líka, en þú veist, þetta er eftir vinnu átfitið mitt. Eftir vinna átfötum mitt. Ég er ekki bara naked, þú veist, ég kem ekki heim 5:00 og er bara, yeah, get a pussy out, skilurðu. Ég fer í náttfötum mín. Já. I'm somewhat civilized. Oh my god. Franka mín, hún elskar að vera nakin. Hún bara, eftir vinnu, þá er það bara naked upp rúmi. Naked better. Naked better. No, this better. Naked better. Naked better. Herðu. Fair enough. Rahul. Ding, 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 ding. Fréttir. Naglóra Trúná fréttir. Hvað þætti var það í? Það var heldur bara í þætti 2. Af því í þætti 2, ég var sko nýorðin marstu single og við fórum að jamma helgina fyrir 2 vikum eftir það. Sem munum eftir The OGs. The OGs. Whoever you are. Ef nafnið Rahul hringir einhverjum bjöllum. Þá var hann að kommenta undir TikTok hjá okkur. Nei, Instagram hjá okkur. Þú veist, þetta var í júní eða eitthvað. Já, það er alveg á wild síðan. Þetta var alveg í júní þar sem hann, þú veist, þetta er einhver gæi, fyrir þá sem veit ekki, þetta er einhver gæi sem var að reyna við mig á Amerikabar og einhver vinnir hans var að reyna Alexandru og þetta er a grown-ass man, þetta var hvað, 30 maður eitthvað að reynda að kissa með kinnuna og ég bara, no. Þessi sem var eitthvað svona, I'll never see you again. Síðasta skipti sem við hittumst. Það var eitthvað, já, hann var eitthvað svona, oh, this may be the last time I see you og ég bara, yeah. At least let me kiss you goodbye og ég bara, no. Og ég bara dippaði. Já, þetta er sem sagt hann, þessi sem að saknar greinlega Elektru mjög sárt núna. Já, og þegar hann kom þetta undir, þetta var þegar ég var að gespa. Já. Og það kemur eitthvað Stórgeist. Þetta var einmitt bara það og bara hann gerir LMAO. Hann hefur verið, ég held að hann væri búin að unfollowa út af því að af hverju unfollowaði hann ekki bara daginn eftir. We wouldn't know. Ég skil það ekki. En, Rahul, ef þú ert hana, we miss you. We don't. We don't. En, ég er samt með annað topic sem ég langaði að taka áður en við förum í actual topicið. Okay. Og því að nú eru 3 búinir að senda mér þetta. Okay. Þetta er frétt inn á Vísir sem að mér langaði, þú veist, Ransan sendi mér þetta fyrst og var eitthvað, segðu Elektru frá þessu, sendi þetta á Elektru. Í ljósi þess sem vorum að ræða hérna Grafarvogslaug í einhverjum af fyrri þáttunum okkar. Veistu hvað frétt þetta er? Ég veit það ekki.
again, 3 búin að senda mér þetta. Fréttin heitir Raðsundlaugakúkari gengur laus í Oulu. Í Grafarvogslæg? Nei, þetta í Finnlandi. Það bara vandamál. Sko, fréttin byrjar, borgar yfirvöldum í finnsku borginni Oulu nóg boðið vegna þess að ítrekað hefur verið kúkað í almenningssundlaug í borginni í sumar. Þau hafa kært athæfið til lögreglu og en á meðan gengur raðkúkarinn laus. Þetta það mikið vandamál að þau eru byrjað að vera með auka sundlaugaverði á vakt. Þau eru með fólk að vakt á myndavélar og því að það búið að kúka svo oft í svo sundlaug í sumar. Oh my god, var eitthvað við það serial pooper bara going around? Já, í Finnlandi eitthvað serial pooper og það sem gerir fréttina verri. Akkur eru alltaf að tala hægðir hérna? Við erum alltaf bara að tala hægðir í þessu sjói. Þetta orðið þema. The poop theme of the day is... What's the poop joke of the day? Nei, en ég bara þurfti út af því að þú sagðir, þú veist, traumatized by Grafarvogslaug fyrir það að það er búið að vera kúkur og lögin allt oft. Tvisvar. Ég líka... Nei, þú sendir mér eitthvað fréttum daginn að væri, þú veist, eitthvað kúkur í löginni. Já. Og þú varst eitthvað, hvað er að Grafarvogslaug? Já, það bara, it keeps happening. Líka, hérna, besti vinur Ransans, hann sagði líka, hann hefur alveg lent í því í Grafarvogslaug, annarkvort einu sinni eða tvisvar, að hann mættur hana að synda og það einhver sem skeiti lögina. Þetta er greinlega en issue bæði í Grafarvogi og í borginni Oulu, Finnlandi. Oh my god, mér finnst það svo gali að það þarf fleiri verði þarna. Já, þú veist, hérna stendur líka, það er búið að útiloka slys hjá börnum. Þetta hefur gerst áður. Það er greinilega fullorðin viðriðin þetta. Oh my god. Þú veist, það er búið að útiloka að það séu börn að skýta í laugin og það er einhver viljandi að skýta í þessa laug. Það er so crazy. Svo steikt. Oh my god. Ég bara þurfti að hérna... Þú varst með hana móla bara ready. Yeah, I had that one ready. Mér finnst það svo gali að fólk séu sendaði þetta. Já. Fólk sendir svo fyndar hluti, sko. Já, they do. Ég elska svona virka listeners sem eru þú veist að senda á okkur. By the way, þetta myndi má þetta. Já. Eitthvað svona, I love it. Mér finnst það ógeðslega gaman og líka bara þú veist, núna bara eins og mamma, hún er bara our biggest fan. Hún a fan. Hún var bara einmitt að tefja Alexandru hérna núna bara fyrir smá stund því að hún gat bara ekki láta inn fyrir það því hún var að tala hvað hún elskaði mikið sögunar þegar hún var í Tælandi. Ég meina, ég er búin að fá hérna props fyrir að segja Tælandsöguna mína. Ég kann að veta the support during these trying times og því að ég var ekki að veist hvort ég vildi segja þessu sögu. Þú varst ekki veist, þú varst bara no, cut bara, this out. Ég er svo góð í að ná sögum út af fólki. Yeah. Like, that's kind of my job. Ég var ekki búin að segja bestu vinkonu minni þetta. Ekki? Hún sendi á mig þegar hún var að hlusta á þetta og var bara, hey, by the way, ég var ekki búin að heyra þetta. Ég bara, yeah, I was ashamed of myself. Ég var líka alveg hissað, ég var ekki búin að heyra þetta þegar þú talaði hvað rangsan lendi í skilur og þú veist ekki, já, hefði þetta gerði svo við mig. Já, það var líka, ég var búin að fá leyfi frá Ransan að segja þá sögu. Aha? Já, við sem sagt, önnur saga frá Tælandi, fyrst að ég being taken down, þá tekið Ransan með mig líka. I love you, Ransan. You're going down. But you're going down. Í sömu ferðinni, og ég þannig að skeit næstu á Nutbeck. Sömu ferðinni og ég skeit næstu á Nutbeck, að þá fórum við hérna svona bátaferð og vorum að snorkla. Vorum að skoða, þú veist, að synda með skjaldbökum, sem var geggjað, by the way, really. Þú bara hræktir á þig. Ég bara horfði á slumma. Þetta var ekki slumma. Þetta var tyggjói. Ég ætlaði að taka á kjafnum við þetta í rusti. Ég bara misti á hendri minni á gólfið. Smooth. Þetta var bara, ég bara misti það. It is on tape. It's on tape. Ok, á menni fyrir að klína tyggjá út úr fucking gólfinu mínu, þá maður bara halda fram að segja söguna hérna. Ok, ég byrja að söguna aftur bara. Ok, ég sem sagt, tekin hérna. Ég hérna. ætla samt að leifa svo verið inni. Já. En þú veist, þá getur það klift fyrir og... Nei. Yey. En allavega hana,
við sem sagt förum svona bátaferð og erum að skoða og erum að, þú veist, snorkla og skoða, þú veist, kóralrif og við erum að skoða fallega fiska. Bara having a beautiful time. Having a beautiful holly jolly time. Skoða skjaldbökur sem again var a religious experience. Slate-hastic. Og svo förum við á, þú veist, the end of line og við erum að fara það sem eru hákallar. Það eru svona baby hákallar. Sorry ef einhver fekk baby shark á heilan, bara ég sagði baby hákallar. Ég var að reyna að fara Ég fekk alveg baby shark. Dísa, ég að skellast í allt hérna. To keep my hands bro here. Yeah, you better. Við erum að skoða litla hákallana og Ransan er búinn að vera svona queasy. Hann er búinn að vera svona pínu sjóveikur. Og svona var eitthvað svona, ég er að spá ég að sleppa, þú veist, að fara að skoða það núna og ég eitthvað, ertu viss, þú veist, hérna eru hákallanir, þú ert spenntastur yfir þeim. Keep in mind að hann er í ból sem ástendur I just freaking love sharks, man, og svo er svona hákallina, ég hafði þetta komið það át, það er also alveg uppáhaldsbólurinn minn, I love it, it's so fucking silly. En ég er eitthvað svona, ok, þú ræður bara, þú joinar okkur bara ofan í vatnið ef þú vilt. Þú veist, þú bara getur verið aðeins á bátnum og sé hvernig líður. Ég, Tengdó og kallinn hennar erum loving our time, við erum að skoða hákallana, it's so fun. Og svo endar hann á því að joina og ég er eitthvað, oh hell yeah, hann kan fara að sjá hákallana, en gaman. Við erum að skoða hákallana og hérna, og það er til myndband. Seconds before disaster þegar við erum að skoða hákallana. Við erum öll með svona silly goggles á okkur, keep in mind, og þetta er myndband þar sem við erum öll svona saman, ég, Tengdó og Ransan, hann er loksins komin ofan í skoða hákallana en gaman og ég kannski fæ Tristan til að setja á inná, ég þarf að muna að senda á þig. Og ég og Tengdó erum með a shit-eating grin on both of our faces, við erum ógeðslega glaðar og Ransan er bara struggling, hann er á milli okkar bara, þú veist, fighting demons. Þetta myndband er tekið hálfri sekundu áður en hann projectile gubbar yfir hákallana og ekki bara það, heldur, þú veist, erum við þannig ég að tala við Tengdó, en gaman ég sjá hákalla, yippie. Sorry, Jesus. So rude. Oh my god. Slögt á símanum fyrir flugtak, hello. En, við sem sagt, þetta er bara svona rétt áður hann bara svona, bú. Og á meðan hann er að æla, projectile æla á milli okkar, að það er önnur pía snorkla og hún náttúrulega er bara að horfa ofan í vatnið og þetta fer svona beint á hausinn á henni. She till this day has no idea að Ransan ældi yfir hausinn á henni að meðan hún var að skoða hákallar. Þetta er ógeðslegasta sem ég heilt, sko. So gross. Oh my god, sko, saga þín var miklu skarri, sko. Miklu skarri. Líka þú veist, út af því að pían er að synda, hún er bara að skoða hákallar, she has no idea. Svo hefur hún komið upp á vatninu og bara, hún var bara að lifa nefnir and lovin', sko. What smells funky, skilur þið? Þetta er svo ógeðslega, ég er svo mikið svona ímynda mér það þegar hún að fara upp og svo bara ég get í hitanum og þetta er svo ógeðslegt so en og þú veist, ef þú ætlar að ímynda þér þetta, myndu að hann er í ból sem er mynda hákalli og svo stendur I just freaking love sharks, man. Þetta er svo rosalegt, sko. Nei, sko, ef ég hef verið gellan og þú veist, tekið eftir þessu, ég myndi ekki bara shave my head eitthvað, þess að ég væri svo traumatized. Þú hefur fríkað, þú hefur ég náttúrulega með svo mikla ælufóbíu nú þegar. Ef þetta hefði gerst við mig, ég held ég myndi þurfa að fara í áfallahjálp. Þú myndir aldrei þora aftur, sko, að synda. Já, nei, ég þori ekki að synda nú þegar, en ef þetta væri, þú veist, ok, nei, ég þori að synda, ég þori ekki að fara í sjóinn, ég hræddi sjóinn, en ég myndi actually bara fara í áfallahjálp. Já, ég veit ekki hvað ég myndi gera ef ég myndi æla á mig. Þú ert gellan. Ég veit bara því að þú veist að það eru kannski eins og vinkonur mínar. Þú ert að synda, þú ert að skoða hákalla og svo er bara æla í hárinu. Oh my god, nei, ég get þetta ekki. Nei, sko, vinkonur mínar hafa verið á jamminu og þú veist, eins og það hefur verið allt á ykkur vinkonur mínar, bara eitthvað gælla sem náðu ekki að komast á klostið og það bara ég myndi þurfa að fara í áfallahjálp. Ég bara og heyra myndi bara þetta er svo ógeðslegt, sko. Þetta var svona nett. Ég held ég væri svona klukkutíma rómi niður fyrst og samrætti, ég var bara bara traumatized að heyra þetta er svo
Þetta svo But it's disgusting. so funny. It's so funny, but it's so disgusting. Líka, þú veist, út af því að við erum svo oblivious. Við erum öll bara having a lovely time. Og horfa á vídeóið aftur, þá er ég bara, Greið Ranson is not fine. Og hvorki kærastan hans nýja mammans tekur eftir því og við erum báðir bara, yay, hákallar. Þú veist, it's Hann er so bara funny. Bara fighting for his Hann life. er fighting demons. Hann er bara, þú veist, spinning around. Oh my god. Svo svona er svona smá öldur splashing, þannig að hann er svona... Shit, sko. Manstu þegar... Nei, manstu... Ég ætla að segja, ég segja þér. Ég þarf að hætta að rekast í hann. Ég man það. Já, manstu það. Ég er bara aldrei búin að segja frá þessu. Þarna, þegar ég var heima... Ég var alltaf náttúrulega neglu. Ég er bara að klippa neglunum minna, sko. Ég var heima á Kristinn daginn og þarna... Og þetta var... By the way, gæinn sem átti að vera nafnlaus. Ég nafngreindi henni síðast þetta. Já, ég bara fekk nokkur kommenta að það var eitthvað svona, það er svo fyndið að hún var, þú veist, þættinum áður þá var eitthvað, aðilinn segja var manneskjan. Og svo bara, ég bæði og ég hér nafnið. Já, og svo bara næsta þætti bara Kristján. Það skilur, my man. En já, ég var svo heima á honum í síðustu viku. Nei, ég var heim í honum beint eftir að tókum upp þáttinn í síðustu viku. Eða þar síðustu viku, þegar við tókum að hann síðustu þátt. Ég var að segja frá mig, ég hafði þessu nafngreindan og ég var að sína honum þegar ég var bara eitthvað, veist, að ég var eitthvað, ég ger eitthvað Kristján og svo var ég bara, anyways, og eitthvað svona. Og var að segja honum frá því að þú veist að Ellen hefði verið bara eitthvað, þú svo lélega að ljúga. Og eitthvað svona, bara segja honum, að því hann er ekki búin að horfa á þetta eða hlusta á þetta. Hann er alltaf eitthvað svona, já, ég fer alveg að gera á, ég bara scared. Já. Hann bara hlustar svo mikið á podcastum, hann segist eiga þetta inni eða svona eftir ég bara You better. Já, og þá var ég að segja frá hvað var hún, þú veist, að taka upp þætti fyrir það og það var náttúrulega saga þín, skilur, í Tælandi og ég bara endur segja hana við Kristján, ég gat ekki andað, hann lá bara í rúminu og menn ég sko satt svona mótunum og menn hann var svona liggjað í rúminu og ég satt á mótunum, ég bara sprakk, ég bara byrja, ég þarf bara að pissa að ég var næstu bara mýga á mig, þetta standi upp að fara á klósetti bara pissupása, já, bara pissupása, bara byrja aðeins hefði alveg verið til í klósettpásu sjálf á þessum tíma en you know andjóks og ég kom tilbaka og þess ég bara gat ekki sagt þetta, ég reyndi svo mikið og ég bara og svo bara sprakk ég og bara sprakk, ég bara gat ekki að byrja að tár að leka úr mér og svo ég þetta hætti að horfa á hana því ég bara, ég svona lánið, ég bara leggst á rúmið og bara í kasti og ég og svo var hann að hringja í hann og þú veist að ég sprakk, bara gjörsamlega sprakk, þetta var bara, ég hef aldrei þurft að segja frá sögu svona mikið að ég er grænjandi og veistu hvað það segja var langa tíma að reyna að segja söguna, hann var eitthvað, já þetta var svona góðar 25 mínútur eitthvað hann actually tjekka klukkuna og var bara þetta, þú vorst í svona 25 mínútur að segja þetta alveg bara næstu því langur tími og sagan actually tók, þú veist, að gerast ég gat ekki hætt að hlæja líka bara, þú veist, út af því ég sýndi hann, þú veist, að ég tók svona svona tís í símanum mínum, skilur, þú varst að segja söguna ég er í kasti í þessu vídeói og þá heyrst ég þér að segja söguna aftur og ég bara deyja Veit þú postaðir þessu tís aldrei? Nei, ég nefnilega glemdi því að ég gera það? Já, skal gera það þetta var svo ógeðislega fucking fyndið, þarna er ég bara í kasti en hjá honum, ég var bara aftur komið með bara magaverki, bara þess að ég var bara komið sjöksbakki, hlóð svo mikið og hann var þarna bara býða þá til ég væri, þú veist, að ég náði ekki orðið út í mér og bara að grenja ég bara grenja, þetta var eins og þú þegar varst að reyna að lesa þannig hjartans þakkir, þú veist, ég skil ekki orð þar þú ert að segja það var svo fyndið já, nema ímyndaðir, þú bara reyna að endurtaka þig bara over and over again og bara leið segir eitt og það bara kast það var alveg orðin sko þreyttur á mér en ég var bara living my life að endursegja þessa sögu þetta var líka góð saga, traumatizing and sound funny as hell já, þetta var alveg bara svona ég held ég þakkaði þér fyrir þessa sögu þetta var bara takk góð saga, ég var bara takk fyrir að segja mér hana takk fyrir að deila þessu takk fyrir að segja mér þessa frábæra sögu bara, núna get ég bara farið að sofa bara get happy að því að ég fekk að heyra þessa sögu made my day var ógeðislega glad to be of service to you
líka elska hvað margir bara fyrst að bara ógæslega finnst sjálf, líka Tristan náttúrulega sagði bara eitthvað að hann var í hláturskasti þegar hann var Tristan review af nei þegar Tristan var að edita söguna og margir eitthvað, svo var ég degi yfir Thailandsögunni já eitthvað svona fólk elskar þess að Thailandsögu sko ég þarf bara að fara aftur til Thailands já, I gotta get my ass over there kaupa fleiri svona glæsilega náttföt og fleiri sögur bara fleiri sögur, bara fleiri bara charm-tacking shit og þú bara kemur með það tilbaka veistu ég gekk til það bara fyrir ykkur svo er vinna þetta að pæla bara til Thailands þegar pappi verið 40 þetta er 2 ár do it can't recommend it enough ég held að það er ekki að það veit sko en ef að fara í spons let's go to the spons við erum alltaf að fokka upp sponsornum yeah alltaf yeah I mean alltaf a lot of the time, yes sko við sem sagt erum að fá nýjar vörur þegar þessi þáttur kemur út að þá er ekki þá einmitt vöruna bara andurs droppa þær eru bara að droppa einhverjum 2 dögum eftir eða eitthvað þú veist þetta er vikan sem þetta kemur út helgina þá helgi fer þetta inn á vefsíðuna mánudaginn eftir það kemur þetta inn við stefnum að hafa nagladaginn hérna 8. 8. verður nagladagurinn já þátturinn og svo getur kemur það versla í vefsíðunni já, þátturinn kemur samt út 9. eða 10. nei, hann kemur 2. eða 3. yeah, that one mér líður alltaf að sé þar næstu viku en já, þetta er já, þannig þau eru að sjá þau eru að fá a sneak peek á vörunum sem eru að koma áður en þetta komið inn á vefsíðun og allt saman exclusive sneak peek ég hef ekki einu sinni séð þú ert ekki búin að sjá þetta ég er bæði með actual vörunar hérna a whole bag of stuff og swatches hvernig viljum við ég veit ekki hvort það minn eitthvað mikið sjást en sko við erum first of all með some beautiful compact bases þeir eru að koma í próf núna þannig að þeir eru að fara á THF heimafríir og TPO fríir viltu ekki útskýra hvað það er? Dude, fyrir fólk sem það er sem sagt það er verið að fara að banna TPO í sölu bara almennt og Hema er já, þetta er buy-up og Hema er, þú veist, þetta er svona ónæmisvaldar þannig að það er verið að hérna fasa þá út þetta er ástæðan fyrir því að eins og þegar þú ferð í búðina hjá okkur að það eru nokkur lökk merkt, þú veist TF eða THF þá er það út því að það er verið að fasa þetta út aðalega ónæmisvaldar og svona þú veist, ef þú ert með ónæmi fyrir þessu þá barst að nota heimafrí vörunar sko, svo erum við líka með some 3-step colors við erum bæði með svona hauslegt já, við erum bæði með svona glimmerliti þeir eru alveg thick as fuck þetta eru svona thick glimmer little chunky ones mér finnst það samt mjög vetralegir þessir og svo erum við 3-step litina ég elska hann græna þessi græna er super cute sko ég held að hann heiti eitthvað svona burnt sage eða eitthvað don't quote me on it en hann var svona a pine eða eitthvað og svo erum við með hérna Royal Top Gear ég er að elska hann brúna já, hausti skrifa brúna sko og þannig hérna þú ætlar að segja mér hvaða litur er þetta? Rauður segir hún leikrauður rauður já hann heitir rauður þú veist hann heitir eitthvað red eitthvað scarlet red elsku anda okkar var að þræta fyrir það þetta væri ekki rauður þetta er liturinn sem ég var að tala um áðan ég er eitthvað svona það er litur annars ég þarf að fá þig til að segja mér hvaða litur þetta er rauður þetta er fulli rauður þetta er bara fulli rauður hún var að segja þetta var bleikt hún var eitthvað svona ég myndi ekki segja að þetta sé rauður þetta er eitthvað þú veist og þegar ég sagði eitthvað svona ég er að fíla rauðalitin sem kom og hún eitthvað það er engin rauður sem kom ég eitthvað jú það er rauður hann mér fannst það geggja þér og eitthvað það er engin rauður ég eitthvað jú sjáðu þetta er rauður og hún eitthvað nei ég myndi ekki kalla þetta rauð and it was a whole thing hér eru bleikir þetta er bara vel bleikilitir og hér eru rauð like þetta er ekki bleikt anda baby girl anda
sweetie, we love you, but no. this is red. I see red, I sko. see red. I see red. En hann super sætur, bara svona alveg svona rauður og þessi brúni geggjaður. Þetta bara ekki líkt neinum bleikum sem ég áðan og ég alveg slatta af bleikum, en þetta sko mjög nálægt nummer 7 og það rauður litur. Já, hann skærari. Já. Þú veist, þetta alveg svona bright burning red. Þú veist, ef sýnum þetta svona, eins og varst að sýnum svona, þá var þetta eins og þessi bleikur, já, þetta rauður. Já. En það eru sem sagt þessi litir, þannig að það fullt af litum. Svo erum við líka með hérna svona katta í liti. Ég með, þar eru á pröfu swatchinu hérna. Það eru sem sagt 2 sem við erum búin að fá. Þú veist, þetta eru bara testerarnir sem við fengum og erum búin að gera testera fyrir. En svo eru 2 í viðbót, þannig að þeir verða 4. Það hinu 2 heita Maple. Maple, þú veist, trjákvoða. Og hérna hinn eitthvað svona smá græn. Og þeir eru super cute. Svona við erum svo mikið að ketta yfir 30 eða eitthvað. Ógeðslega marga. En ég samt alveg lovin sérstaklega þessi hérna, Mulberry. Þessi sem alveg svona aftur út, við vorum að tala þetta brúna. Ég nota ekki ketta, mér finnst þetta svo ógeðslega sætt. Já, þeir eru það. So cute. Þannig að þetta eru nýju verunar. Þær koma núna 8. í búðina. Og fara á stað inn á vefsíðunni 7. Þannig að laugardaginn að þá opnar þetta á vefsíðunni, en ef þú vilt fá að sjá þá þá er þetta hérna þá er það 8. í búðinni. Má ég sjá samt vöruna sjálfar? Mér finnst það svo gaman. Go for it. Ég elska svona já, líka þú bara stalst þessu af borðinu endur. Yeah, what about it? Síðan hvernig er það ólöglegt að stela? Síðan hvernig er það ekki löglegt? Hver ætlar að segja mér að sé bannað að stela? Þú bara borrowed without asking. Yeah! Ok, þetta er nýja handlósinni. Nýja handsome. Þau eru 3, sem sagt nýja lotion. Opium. Það er opium, svo pumpkin pie og eitthvað ciao bella eða eitthvað. Ciao bella. Nei, bellissima eða eitthvað. Pumpkin pie, naglumandóli. Já. Not a fan of the pumpkin pie, I see. Þetta minnir mig á rosalega brent kóil úr veipi. Ég fekk eiginlega bara PTSD á lykt af þessu. Not for me. Bellissima, ekki ciao bella. Þessi var ekkert mjög svona gælileg. Þið eru sem sagt að fá honest first time review hérna frá Elektru. Hún var ekki búin að sjá þetta áður. Ég er ekki búin að sjá neitt á þessu vörum. Ég ætla að lykta núna opium naglamandóli hérna. Þetta er eitthvað. Ég get ekki gert mig. Yeah, get your nose in there. Þetta minnir mig ekki á neitt. Já, ekkert sem ég að segja núna. Var ekki einhver annar naglamandóli að fengi bara 2? Þær eru 3, en þú veist, það er bara sömu lyktunar af hérna kremunum. Nei, hérna, bellissima. Bellissima. Hún lyktar svo ylvat sem ég myndi finna heim hjá ömmu minni. Það ekki. Þú ferð inn í skápinn hjá henni og finnir eitthvað eldgamalt ylvat og það lyktar svona. Kind of does. En þetta er ekki But who's vondlykt. to say a grandma doesn't smell nice? Já, ömmu lykta alltaf svo næs. Það er svo sterk lykt af þeim. Já. Þetta er einhver svona, það er einhver vanilla og pera. Mér finnst þetta lovely. Já, ég er ekki heilin, Ég held sko. að mér finnst opium besti. Já, ég er alveg samlegaður. Hún er mjög góð og líka, mér finnst hann, já, opium er nefnilega best. Já. Ég þarf að sjá hversu þykkir þessi litir eru. Þannig að glemma litin eða... Nei, þetta er græni. Þetta er, já. Ok, hann er samt alveg super cute. Hann er super cute. Já, ok. Já, þetta er kannski meira svona til að gera ombre. Já. Þetta er ógeðslega sætt bara í svona ombre. Svona þykkir alveg. Já.
það er og næstum svona nota stór þykk glimmer. chunky glimmer. Já, ég elska að mynda að nota oh my god, hvað er það? Er ég blind? Þetta er bara thick and chunky, ég Já. elska að gera svona ombre og þessu, skilur En ok, gaman og líka ef þið verslið hjá Luxa þá fáið þið svona surprise box með eitthvað að nýjuvörunum Já, og meðan byrðir endast. þangað til að byrðir þetta endast þannig, herjá, ég tók þetta líka út Oh my god. oh my goodness En já, þannig að þetta eru nýju vörunar. ég held að ég sé komið strax fave Ok, hvað er það fave? það er græni Það er græni. ég elska allan græni, ég reyndar alveg elska þennan Þannig að fjólubláa. en ég elska þennan græna Okay. ég þarf alveg meira græna og ég á engan sem er líka þessum Okay. ég ætla bara að taka hann strax Mín uppáhalds eru Royal Top 40, þessi brúni, 37, þessi rauði rauði og hérna Mulberry, hérna Tiger Eye liturinn. Those are gorgeous. Þá erum við komið fyrstu favoritesinn okkar og sponsið. Hell yeah, oh hell yeah, up here. up here ok, já, við erum ekki með eitthvað svona sett svona theme, þetta er bara svona við ætlum að hafa þetta bara nei, hvernig ætlum við að hafa þetta er svona hluti sem okkur er búin að vera favorite sumar, svo er eitthvað, nei, ekki að vera sumartíma því ég man ekki svona, þú veist Hvað ég fílaði í gær. nei, nákvæmlega, þú veist, ég veit ekki hvort ég fílaði eitthvað í desember sem ég actually fílaði bara kannski fyrir 2 árum, skilurðu þannig, þú veist, við erum með eitthvað svona, hvað er búin að vera svona lately favorites sem, A show and tell, if you will. já, nema ég er Oh my ekkert God. með til að sjó Oh, I have. já, en Alexandra er með eitthvað to show ég er með bara svona tell líka því að ég var svo auðvitað mig Yeah. út af skólanum Also, það er engin flokkur fyrir þetta. Ég held að sko fyrir naglavörur mitt það sem ég ætlaði að sína sem favorites var það sem var í nýja dótinu. A lot of it's out of pocket hjá mér. Mjög mikið out of pocket hlutum and you will enjoy it. you will enjoy it First of all voru náttfötin voru náttúrulega. Vilt þú taka þá fyrsta? að ég taka fyrsta? Yeah. ok, maður svona lately favorite til þess þú veist, að gera bara litur í naglavöru er náttúrulega butter yellow en ég fekk mér svo butter yellow sjálfa mig og ég fokkin hataði það en ég elska að gera á aðra ég elska þegar það er komið með svona inspo og það var butter yellow, þú veist, þetta er náttúrulega var trending þannig það er svona lately favorite litur bara svona af nöglum þannig það var svona The butter yellow. já, það er butter yellow, það var svona já Fyrir mig ekki naglatengt whatsoever. Kirsebærasafi. það er so weird Yeah. Ég vona að þetta sé in frame, annars var ég bara að leggja ég held ekki Ok. Kirsebærasafi. I am a cherry girly at heart. Þetta er reyndar ekki uppáhalds kirsebærasafi minn og því hann var uppseldur í Netto. And it will do the trick. ég fíla það sem mynda ljónunni ég veit ekki hvað hann heitir þetta er alveg basic fuck answer Basic bitch answer. Fyrir mig er það kirserise, skilurðu. Kirsebæra Capri Sun. En það er annar í Netto sem er betri, sem er ekki Capri Sun, heldur er það í svona fernu. Kirsebærasafi. ég held að ég var að draka þannig í gær I það er hope you svona enjoy it. stór ferna, eða ekki og þú svona tekur þetta leira Yeah. já, ég var að draka þannig í gær Yeah, I hope you enjoy it. yeah, I did, Yeah, I very much did it's a delightful, refreshing drink. refreshing Refreshing. það er, já My very first favorite, second favorite. mitt er þema af nöglum sem er búin svona lately faves eru litríkar ég elska þessi sem er búin að mikið í gangi bara lepput af þessu og svo bara eitthvað svona þríti gull þessari og eitthvað svona já Bara svona almennt að það sé svona já, bara a svona lot of things going on mismatchy og svona já, mikið í gangi. þú veist það var svo kannski fun. já, það var svona friends og við vorum með þetta í þegar gerðum við nagla trendin það var þetta, þú veist eitthvað ombre og eitthvað svona stjörnu og svo var þetta leopard og svo var þetta, þú veist, þetta og þú veist, þetta var bara allar öðruvísi sem passa svo vel saman I loved it og svo teiknur blóm og svona geðveikt, ég elskaði það Eat er that svona- up.
smá eitthvað gulllitað og eitthvað bleikt og eitthvað leopard yfir ombre og svo komið like, I love that also, it's so pretty. Mér var svo gaman að gera, ég elska að það var alveg bara orðið trend. Þannig já, það alltaf my number 2. Ég bara skiptast á að segja hluti. Yeah. Ertu með eitthvað skrítið? Yeah. Yeah. Okay. Of course. Yeah. Sudoku. I've been fucking up some Sudoku lately. Er það eitthvað leikir? Töluleikurinn. Svona eins og í fréttablaðinu sem að gamalt fólk gerir. Oh my god, ég I've been fucking up Sudoku lately. Ég kom í Sudoku app og ég bara a day has not gone by án þess að ég fer í Sudoku. Ég er með dagatal inn á Sudoku þar sem ég fæ strík. I am not shitting you. I wish I was. Veitu? Easy brain. Hérna. Veitu? Wait. Stjörnunar eru dagar sem ég er búin að spila Sudoku. Oh my god, þannig þetta er bara nýtt obsession. Yeah. Og kaball. Já, kaball er svo skemmtilegur. Ég er búin að vera að sittast niður í sófanum eftir vinnu. Þessi PJs. Orange is the New Black með kærastanum mínum sem er another favorite. Hef hort á þetta áður, ég bara láta hann horfa á þetta núna. Og Sudoku eða kaball. Það er það sem ég er búin að gera. Bara frá 5 til 10. Wow, I wish að ég væri an old lady. Ég vissi að bara, I wish that I could relax like that after work. Yeah, I love it. Þú ert alveg I take it serious. Já, þú veist, ég bara my relax time is serious. Hann er bara serious. Ég veit að ég verði að gera svona eftir vinnu. En nenni, það er hann bara að læra eða gera neglur eða skóli og bara grænja og grænja út á skóla og út á stressja, menn þú bara doing my Sudoku, nátthitunum mínum, sófanum mínum, kannski veit naggrís í hendinni. Yeah, that's what I'm doing after work. Could not be me. You gotta get on it, sko. Veistu hvað ég er að gera morgun? Þú getur fengið nátthitt í láni, joina mig á sófan, ég á nóga naggrísum, þú getur fengið í láni. Downloada Sudoku í símaðinn. We'll see how it goes. Tölur eru ekki my friends, sko. Hæ? Tölur eru náttúrulega not my friends. Bara tölur. Þú getur þá, þú veist, downloadaði Farmville eða eitthvað. Nei, ég nefnilega get a shitty phone app. Þessi Sudoku, er þetta ekki svona mikið svona Þetta er svona krossgáta. Já, geta ekki. Sérstaklega ekki talna krossgáta. Það er so good. Getur ekki fyrir eina sem ég get spilað símanum mínum endalaust og bara komin á level til svona 3000 okkar, það er Candy Crush. Þú mátt alveg vera á sófanum að spila Candy Crush, naglís í hendi, þú færið hinn náttúrulega minni láni, kveikjum þætti, some serious relax time. Fucking geðveikt. Hell yeah. You know what, hell yeah. Þú veist, ég var alveg svona með það mikið obsession yfir Candy Crushi að Þú var að fara að dreyma Candy Crush. Já. En þú veist, ég hef alveg eitt pening í Candy Crush. Ég var með vandamál. Bara actually, ég fór... Hvað er dreymiklu? Ég veit það ekki. Þetta er bara eitthvað, mér vantar líf, ok, hér eru 5 eurur, skilurðu. Bara svona, þetta bara gerist. Þú bara aldrei kíktir. Nei, þú veist, þetta var bara svona af og til, þú veist, ég var aldrei eitt eitthvað með 10 skallið, skilurðu. En ég var actually með vandamál með Candy Crush. Sko 10 skall fyrir Candy Crush er alveg bara... Það er bara insane. Það er insane. Ég veit að ég gæti verið bara marga tíma á dag. Þú veist, ég myndi oft checka bara eitthvað screen time og þá voru það bara 5, 6, 7, 8 tímar. Þó ég var að gera kannski bara fullt annað. Ég bara... Það var bara every minute sem á fannst tíma fyrir Candy Crush. Og líka bara, þú veist, ef ég var ekki að gera neitt í tíma, þú veist, þá var þetta bara Candy Crush, skilurðu. Ég var actually bara with a fucking problem og þú veist, og það var svo leiðilegt að þegar maður skiptir síma, kaupir sér nýjan síma. Gast ekki save á þetta? Nei, það er sko ekki. Ég væri þá komin á level 10.000 eða eitthvað, þú veist, núna er ég á 3.000 og ég er búin að eiga hann síma í, þú veist, 1,5 ár til 2 ár, skilurðu. Og ég er ekki í þessu eiginlega neitt. Áttu iPad? Nei. You need an iPad. Ég bara nenni ekki að kaupa mér iPad. Það er svo dýrt þegar ég á tölvu og síma. Það var svona svo Yeah, you fuck up an iPad though. Ég veit það.
Þú myndir alveg bara Ég er clock hann að out að koma heim til Ég að veit fara það. í Candy Crush í iPadinu einum. Ég er að minka mig screen time, ekki bæta. Ég bara... Þú þarft ekki iPad. Nei, But you would love it. I would love it. Ó, það væri geðveikt. Mér sko dreymir það. Það er en iPad kid with an iPhone, skilur. En nei, það væri bara hættulegt fyrir mig ef ég fyrir eitthvað að gera en iPad. Yeah, Dancing with Danger. Já, það var bara nei, það er eins og einhver myndi þú veist, eins og Það var gasoline on the fire. Og Já. myndir fá þér hann actual iPad. já, eða þú veist, þú væri kannski með bara með fyrir fram með það reykt og verið bara sjáðu, skilurðu. Það er bara get it away from me. I'm clean. Já, ok, mitt svona newly favorite er búin að fara í göngutúra. Ég veit ekki hvað ég er búin að fara oft í göngutúr síðast að 1,5 mánuðin. Lovely. Ég veit ekki hversu oft actually búin að fara í göngutúra. Hvað ertu að gera í göngutúrum? Ertu með eitthvað, þú veist, hljóðbók eða? Nei, ég er bara með Kristjáni. Ég og Kristjáni er bara að fara ógeðslega mikið í göngutúra. Fórum náttúrulega í göngutúr. Við fórum í göngutúr næstu í 2 tíma bara fyrsta deiti. Bara Já, það er ógeðslega næs. bara fyrsta sinn sem við bara fyrsta sinn sem við hittumst real life. Og það fórum við eitthvað svona 2 tíma göngutúra eitthvað. Bara kvöldi þegar við vorum búin í mínugólfinu og svo bara erum búin að löpum Vogin bara hérna núna í síðustu viku. Svo löpum við eitthvað í Hafnarfirðinum. Svo þegar við vorum upp í bústað þá fórum við á Skógafoss og löpum það voru næstu 3 tímar bara svo ganga, skilurðu. Og bara, og líka bara það, þú veist, bara svona fara bara út og labba svo bara eitthvert. Bara labba ógeðslega mikið, já. Og líka bara blaðra át þegar þú tekur ekki eftir í hvað þú ert að labba mikið að þú ert bara að blaðra á meðan. Við erum bara, labba ógeðslega mikið og það er so fun. Þetta er svona our thing, bara göngutúrar. Það er svo sweet. Er það ekki? Ég vildi að rannsómyndin hann bara verið göngutúr. Ég skil ekki. Það er svo sweet. Já, ég held að það sé bara því félagskapurinn er svo geggjar, skilur. Þetta er bara... Þú tekur bara ekki eftir því að þú ert búin að hreyfa þig helling. Nei. Þú veist, þú ert bara að spá í öðru. Nei, actually, við erum bara að tala svo mikið. Ég tek ekki eftir því að ég sé í göngutúr. Ég bara gera eitthvað, menn ég bara having the time of my life, skilur. Þannig já, ég er búin að vinna ógeðslega mikið með göngutúrum og markmiðið er að vera það til í göngutúrum. Byrja svo að vera svona aðeins erfiðari göngutúra. Þannig að því hann vil svo mikið labba upp Esjuna. Það er þess markmiðið á næsta fyrir mig. Ég er að vinna mig nefnilega upp. Hann getur það bara fullverðin alltaf íþróttamaður. Ég þarf svolítið að vinna upp þannig ég er eitthvað svona, ok, ég gera á næsta sumar. Hann bara, ok, þá þurfum við að ykkur að labba upp þessum eru svona brekkur og já, geðveikt. Af því þegar við fórum að Skógafoss, holy fuck hvað það var erfitt. Það var bara að leika á bakinn minni, sko. Ég var bara döið í fótunum þegar ég stóð, það var eitthvað tímabótið þar sem við stóðum eftir labbið og við vorum að horfa á fossin niður, þú veist, þá vorum við að labba bara Skógafoss í 2,5 tíma eitthvað, löpum svo niður. Ég stóð venjulega og ég bara að nötra í fótunum, ég var bara búinn. Ég var bara done. Og meðan þú veist líka þegar við varum að labba upp, ég var bara að deyja, menn hann var bara easy breezy. Já, hann var bara að taka fram á fólki á minn, ég var bara þess að ég væri bara búin að reykja ykkur 50 ára eitthvað. Þetta var hræðilegt. Ég var líka bara, að því við tókum líka rosalega fótaæfingar í barri deginum áður, þannig ég var með haspurur og hann tópið að þetta eru stigar, sko. Þetta eru fyrst stigar og svo labbar ég upp og áfram bara í eitthvað 2 tímana og þetta var bara það erfiðasta sem ég gert og ég vildi ekki vera svo mikil auðmikið að það var svo mikið fullan af fólki svona að baka mig, ég bara I need to, ég bara að ríða mig í gang. Já, þetta var fucking erfitt en já, göngutúrar mæli með, it's so fun. Göngutúrar vinna sig upp að Esjunni. Love that. So fun. Ég bara mæli með að fara bara að rífa rangsam bara út og bara fyrir mig fucking göngutúr, sko. Já, ég hef reynt. Það er kannski ekki gaman það sem þið eruð svona, það er ekkert gaman að horfa neitt kring þessu búið. Nei, það er ekkert þar, sko. Það er gönguleið hjá Hafnarfirðinum sem er actually bara bein og það er bara kringum vatn og það er svona klukkutími. Og það er bara, þú veist, það er ekkert upp og niður, þetta er bara beint og það er ógeðslega flott og ég var bara, mér finnst þetta geðveikt og maður var ekki tired, ekki neitt, þetta var bara geðveikt. Ég skal bara senda þér hvað það heitir því að það var amazing. Það er alveg bara svona, þú verður bara drullar þú veist, eins og daginn þá fengum við spagetti og ég er eitthvað, ef við horfum myndið að öll fara í göngutúrin. Hann bara, við verðum að fara í göngutúrin, ég bara, ok. En svo endaði bara að vera... Svo þú ert komin á stað. Já, það var ekki næst, það var bara að löpa næst í 2 tíma, löpa á Vogin og bara ekstra hérna og svona.
super nice, ég voru neitt vatni hérna í kring, þú veist ekki hvað ég var að tala um. I don't, No. I'm clocked out. Það var bara hjá Gunnarbrunni, þú veist það vatnið. Já. Okay. Það var bara sá hringur sem við tókum og svo bara lengri. Ég var að hafa svo gaman, ég tók bara lengri leiðina heim. So yeah, go to göngutúrar guys, it's so fun. Take a göngutúr. Take a göngutúr. You have been nominated to the Take a göngutúr challenge. Andjóks. Ég ætla ekki vera búin að fara í göngutúr. Ég ætla að vera búin að fara í göngutúr fyrir næsta þátt, en við tökum hann upp náttúrulega bara eftir 4 daga. Yeah, taktu göngutúr. I can't, I gotta learn. En, jú, kannski, að því að ég var mögulega þennan sundin, þannig að gott að fara í göngutúr og svo taka upp þátt. Yeah. You know, hell yeah. Við sjáum hvort að verið búin að fara í göngutúrar og tökum upp á sunnudaginn. Nú er ég búin að segja það. Yeah. Núna var ég alveg að gera The people know. Yeah, they know. Já, við erum líka búin að fara bara í göngutúrar niður í bæ. Nú 2 svar. Sweet. Já. Mér finnst það ekki að það er bara svona rölda niður í bæ. Andjóks, við líka bara No rhyme or reason. sátum bara bekk í svona 40 mínútur og bara horfa á endur. Og bara, oh my god, sjá þessa, en tónu vokst að sæt og svona, oh my god, þessa endur sko bara, sjá þessa, nei sko, þær eru rífast, það var bara, þær eru beefin. Já, sjá hvað þessi mikið queen, sjá hvað þessi bara þessi er the leader, tala um endur svona 40 mínútur. Yeah. It was so fun, ég var bara having time of my life, þannig til að koma geitungur og þá hljóp ég like a little girl. For your life. Algjörlega, 100%. Hvað er næsta þitt favorite lately? Ég er með annað skrítið. Ok. Það er uppáhalds orð. Já. Ég er með uppáhalds orð. Hvað er það? Orðið er gípugangur. Hvað? Gípugangur. Gípugangur? Já. Nei, uppáhalds orðið. Hvað anskotum er það? Það þér basically... Er það orð í orðabók? Ég hef ekki leitað því orðabók. Google it. Google it. Hvað er það? Það þýr að vera gráðugur. Að þessi gípa í manni. Þú veist, ef þú væri bara að éta ógeðslega mikið, það væri eitthvað, hvað gípugangur er þetta? Þetta er ekki orð. Þetta er ekki orð. Ok, this is not too bit. Ég actually googlaði gípugangur. Gípugangur. Þetta er ekki orð. Ok. Anyway, it still is my favorite thing. Það kemur bara, hvað eru bergangar og hvers vegna halla þeir oft út á, þú veist, þetta er sprungufyllingar og þetta bara er ekki orð. I don't know, who lied to you? My grandma. My grandma. Hún er kannski að mixa ykkur tveimur orðum saman eða Sko, eitthvað. það er nefnilega máli. Ég var upp í sveit hjá henni helgina. Hún var sem sagt, þú veist, ég var hjá henni heimsækja hestana, annar hlutir sem eru uppáhaldi hjá mér. Hestar. What a lovely creature. Það hefur samt alltaf verið eitthvað svona uppáhaldi. Já, þeir eru lovely. Þeir bara eru, mér leiði eins og ég væri með risastórum naggrísum. Like, þú veist, þeir eru bara ógeðslega skrítið, þú veist, þeir eru bara... Það er svo skrítið að bera saman naggrís og hesta. Nei, þú veist, og þetta er bæði prey animals, þú veist, þetta er neðarlega í fæðukæðinni. Já. Þannig að bara svona hvernig þú veist, þeir bara eru, þú veist, ef þú fylgist með hundi, hann er alltaf að gera eitthvað. Hestar bara eru. Þeir bara eru hana. Þeir bara ógeðslega mikið bara standa þarna. Já. I love that for them. I love that for you. Yeah, I love that for me, I love that for them, þú veist, þetta er the vibe I bring to the function. En ég sem sagt var með ömmu og hún, þú veist, var eitthvað að kalla af að gípu og ég náttúrulega fór að hlæja og þegar fokkar með gípa, hvað er þetta, þú veist, hvað erum við að segja þetta? Og þá var það út af því að hann var að sækja sér bjóra og hann sótti sér annan svo stuttu eftir hann fekk sinn. Hvað með lítið skípugangur er þetta? Og ég er búin að vera þetta orð á heilanum síðan á föstudaginn og it's so fucking funny to me. En hún er búin að googla, hún var eitthvað, prófaðu að hringja í íslenska orðabók eitthvað, símanúmer er ég eitthvað, amma, það er alveg pottþétt ekki hægt að hringja einhvert það sem einhver er að fletta upp fyrir íslenska orðabók. Það var alltaf þannig, ég eitthvað, já en það er það ekki núna. Nei, ég get ekki svo hringt í ferðaskrifstofu sko. No. Þú veist, það er bara, það er hægt að hringja sko. Það er bara, it's not a thing. No, it's not a thing anymore, stop calling, you know. Stop calling. Veistu hvað, já, betur ég ætla að vera klára. En já, þannig að gípugangur, orð eða ekki, my favorite thing right now. Mér finnst alltaf að nota orð sem er ekki til. Ok, Það elaborate. Nei, bara eins og þú vorst að nota núna daginn, slatatious. Slatastic. Slatastic, ég segi alltaf slatatious eða slatastic. Slatastic. Mér fannst það svo geðveikt. Það er bara eitthvað. Það er bara slay og svo bara tastic. Slatastic. Þannig Þú veist, það er meira en slay, meira en fantastic. Já. Kannski er hún a trendsetter. Ég held að hún sé, já,
Slaytastic. Ok, Slaytastic og gípugangur. Já. Uppáhaldsorðin. Veistu hvað, búin að vera mitt nýlega. Hvað? Á fyrsta deitin hjá mér og Kristjáni, hann var eitthvað svona, segir bara eitthvað á ég að tónlist er my copanism. Ég bara, copanism? Ég bara, hvað er copanism? Hann bara, hvað meinar þið? You're copanism? Já, ég var eitthvað, að reyna að segja coping mechanism. Og hann fully hér að coping mechanism verið copanism. My copanism? Já, þannig alltaf þegar ég... Hann reyna að spara tíma, tekur langan tíma að segja coping mechanism. Já, þannig It's my copanism. alltaf þegar ég kemur eitthvað tækifæri þar sem ég get, þú veist, hent þessu út í, þá ég bara eitthvað, já, copanism, og þú veist, þetta er bara orðið sem ekki svona inside joke, bara eitthvað svona, já, copanism, Já, þetta er náttúrulega copanism. Þetta er náttúrulega bara my copanism, og svona, já, að þú að gera negli, þetta er bara þitt copanism, sko. Já, algjörlega, skilja, og bara það sem þú ert að gera er bara þitt copanism. Mér finnst þetta svo skemmtilegt orð, af því að hann fulli held að þetta væri rétt. Yeah. Ég googlaði þetta líka, ég bara, þetta er ekki til. It's not a thing. It's not a thing. En copanism, það er nýtt orð. Svo líka er búið að vera fast á haustum minnum gett lengi, horbjóður. Horbjóður er gott orð. Það er svo ljótt orð. Horbjóður. Já. Þú veist, þetta er bara svona... Sagan Rangsan var algjör horbjóður. Það var algjör horbjóður, sko. Og viðurstyggilegt. Við þurfum að hafa bara svona orðabókina og byrja bara... Gaur, Orð dagsins. Getum við, please? Ég elska skrítið orð. Orð dagsins í dag er... Gípugangur. Gípugangur. Það er orð dagsins í dag. Slaytastic. Horbjóður má líka slæta hana með. Já. Ég er alveg með í notes hjá mér svona skrítin íslensk orð. Það er fokkin skrítið að þú ert með þannig bara í notes hér. Yeah. And what about it? What about it? Ég veit ekki af hverju ég er surprised. You're so weird. You shouldn't be. Ég veit ekki af hverju. Já, leiði segja eitthvað. Það er bara svona, yeah, you know, it checks out. Já. Ég veit ekki af hverju ég var í sjokki. Gípugangur. So funny. Ok, ég see you in 2 minutes. Og ég takaði þú. Nei, ég Takk þú. Ég var að taka gípugangur. Já, tjók. Ok, það sem er búin að vera svona mitt lately favorites eru nú erum við svona í valkvíða. Sko, mér langar að segja púsla. En ég er búin að keep that on pause í smá tíma út af því ég er ekki búin að hafa hann í tíma fyrir sjálf með, skilur. En hvað er með púslinn? Náttföt, púsl. Yeah. Mér langar líka að bara lita, bara prenta út bara Disney mynd og bara lita hana. Eða bara litabók. Ég þarf bara að fara að lita í litabók. Hræsli litabók? Já, alveg þúsundir litabókum. Já, alveg þúsundir litin líka. Það er bara svona þetta er svo mikið free therapy, þetta er geðveikt. Ég elska púsla, ég var að eyða 5.000 kall í púsl bara fyrir svona mánuði síðan. Ég er ennþá ekki búin að opna það, en þegar ég kom inn on a roll í skólanum þá minn ég sko nýta það til að róa mig niður annarkvæmt fyrir göngutúra eða púsla. Mæli með. Ég meina þú varst að gera grína mér fyrir að vera með old people hobbies, það fyrir göngutúr og púsla er alveg eitthvað sem að fólki á elli heimilinu gera, sko. Ég er náttúrulega grandma, ég fyrir að sofa fyrir 11. Þegar eins og núna klukkan er 9 og ég er bara þetta að hátta tíman. Já, ég er bara að geispandi hérna fullu, sko. Nei, líka bara það að við erum að fara í mínigarðin núna á föstudaginn út af því það er eitthvað svona bingo í gangi. Það byrjar klukkan 9. Er þetta svona eitthvað svona blush bingo? Já. Þetta heitir eitthvað forplay bingo eða eitthvað svona. Ég átti að fara í það og ég var bara, oh my god, það byrjar klukkan 9. Þú veist, það er búið eitthvað svona 11 og Kristi var eitthvað, það er búið svona 11, ég er eitthvað 11. Ég var löngu sofnuð. Já, actually, ég þarf ekki að vera neglur klukkan 10 næsta dag. Fyrir þér var það bara geðveik. Okkar alveg plönunum mínum. Já. En ég var bara, oh my god, það bara svo seint. Ég þarf að vera bara, já. I am total grandma, if you hadn't noticed. Yeah. That's the common thread sem er með. Takk síðast það. Já. Ég er með, ok, ég ætla að taka eitt naglatengt. Og því ég er ekki búin að taka eitt naglatengt. Coffin shape. Allt í einu, bara hann að vera eitthvað að hallast að því. Ég hef alltaf verið, þú veist, almond. Já. Ég er ekki með coffin shape. I have nothing on my nails. En þú veist, mér veist eitthvað, þú veist, for some reason er ég alltaf einu komað með svona kannski að því að þú byrjaðir á að gera neglur þegar almond er bara thriving. Já. Þannig þú veist. Ég er núna svona
Já, þú ert að detta í svona nýtt svona dæmi. Já. Það ekki, af því Það gæti verið, miklu oftar að gera, ég hef aldrei séð þig gera koffín, held ég. Never. Nei. Bara at all. Þú veist, það er eiginlega alltaf óval hjá mér, sko, Já. eða almond. Já. Þannig að, þú veist, það er eitthvað núna, there's an itch. En ég fæ mér örugglega almond og það er svo langt sem ég fekk mér. Ég sko elska að gera koffín, en ég hata það sjálf mér. Já, ég hef aldrei verið með. Hefur aldrei verið með það? Já. Ég hef bara verið með. Já, ok. Ég hef haft það bara all shapes and sizes, sko. En þú veist, nú er ég komið að ógeði, bara hórbjóður. Hórbjóður? Það er bara algjör hórbjóður fyrir mér að hafa það sjálf mér. Ég elskar bara almennt, en mér er svo gaman að gera koffín og ég sko hata hvað er að power sem fá sér koffín, að þetta var svo mikið trend. Já, þetta var alveg að þeng. Allt Instagramið mitt, núna bara síðasta árs, þetta er bara almond. Já. Á meðan kannski fyrir árunni fyrir það, bara koffín, skilurðu. Já, emitt. Það fyrir svo mikið, þetta almond er svo mikið svona trendsetter núna. Já. Þegar ég, þú veist, núna þegar ég byrja þá er það allir bara almond. Everyone. Ég var bara núna í sjokki ef eitthvað fæ sér koffín. Þannig að það er eitthvað, there's an itch með koffín. Þú voru bara að prófa. Ég þarf að fara að prófa. Ég hef aldrei prófað að vera með like, eitthvað koffín eða square eða eitthvað. Ég hef bara verið með the rounded ones. Þannig að, I don't know, kannski fæ mér. Ég er að fá svo mikið itch að þau sitja með buy-up, sko. Ég er bara geðveik á svona nöglum. Þú ert líka að buy-up girly at heart. Já, ég elska það. Ég bara, I miss it so much. Ég er að bara geðveik á þessu. Vistu hvað, ég er búin að gata marga bóli á buxur. Gæti ekki sett það. Þú ert líka búin að slá mikrofónin alveg svona 15 sinnum. Andjóks! Og líka bara, ég er alltaf stabbing me í maður ægur, bara fokk, næst ég er búin að bara stinga mig í augað. Ég er bara, this is a weapon. Ég er bara aldrei átt svona miklum erfiðleikum að vera með langar, þess að ég er með medium long, eða medium, ég man það ekki. Ég ætla að fara að ná í mælinga. Já, ég gerði mig á mig medium long. Og svo er það búin að vaksa aðeins, þannig að... Já, núna hérna annars þannig langar og ég er að verða klukkuð á því. Ég ætla annarkvæmt að stytta þær í small medium. Ég bara takka þær af að setja mig buy-up. Freaking love buy-up. Ég bara, miss you. I miss my babe. Ætlaði þið ekki að opna? Nanna, opna! Mamma! Nanna, opna fyrir Kristjáni! Nanna, opna fyrir Kristjáni! Nanna, opna fyrir Kristjáni, hann var að dingla. Nei, hann var að bíða. Nei, hann er búin að bíða núna í 2 mínútur. Nei, hann má bíða. Það svarar enginn. Nei, hann má bíða. Já, we're gonna cut this out. Tristan, þú mátt klippa þetta sem ég er að kalla. Og já. Herði, já. Við erum þá, þetta var allan að our faves, svona newly faves, svona það sem við erum búin að detta í. Þetta var ekkert í neinni þemu. Nei. Bara eitthvað svona newly faves. Bara random stuff. Yeah, random stuff, just as random og not within hennar Alessandru. I love him. Mér finnst það gæðið, mér finnst það funky. Það er vasi, sko. Er vasi? Varstu búin að spotta hann, eða? Nei. Það er vasi hérna, sko. Oh, hell yeah? Yeah. Yeah. You know what, hell yeah? You know what, hell yeah? Yeah. Já, þá endilega kaupið ykkur nýju verðnar og við sjáumst það bara í næsta þætti og ég ætla bara að skutla þér heim. Yes, skilaði mér. Já. Skilaði I bara. need to go home. Þú ætla bara að fara að fokka þér heim. Ég ætla að fokka mér. Bye, please. Bara fokka mér.